Stílhrein skandinavísk hönnun fyrir jólin. Þátturinn í boði Djós. Já, og við höldum áfram. Nú komið að kvenna körfubolta og hingað til mín í settið komið góðan gest, Ruth Herner, velkomin. Takk fyrir. Þú ert leikmaður Þór í körfubolta og búin að vera það í dálítið langa tíma. Já, þannig nú staðan að ég orðin aldursforseti eins og akkurat núna. Það svona fyrst skipt sem ég upplifað það. En jú, ég búin að vera í körfuboltanum hjá Þór síðan að ég var bara unglingur, 12 ára. Þannig að ég kom með ágætis reynslu í þessu. Byrjaði snemma að spila með meistaraflokk. Já, ég var nú uppalega bæði í fótbolta og körfubolta en svo þurfti fókusinn kannski svona fara meira í aðra áttina og þá einhvern veginn lá körfubolti betur fyrir mér og ég svona einbeiti mér alveg á honum. Og ég var nú bara svo heppin að þegar ég á þeim aldri að þá mikið af reynslumiklum leikmönnum í meistaraflokki sem að taka mér rosalega vel og ala mig bara svolítið upp og ég fæ tækifæri til að spila með þeim bara strax þarna 13 ára gömul. Og bý svolítið mikið af því í dag. 13 ára gömul að fá að spila með meistaraflokk. Hafði þetta áhrif á það og valdi frekar körfuboltann að fá svona tækifæri? Þetta einhvern veginn lá kannski ekki alveg fyrir þegar ég þurfti að taka ákvörðun að ég ætlaði í körfuboltann sko. Ég kem svona upp úr yngri flokkastarfinu með bara stórum hópa stelpum sem að við vorum mjög góður hópur og svo fer svona aðeins að kvissast úr því svona þegar að fer að líða á unglingsárin. Og bara eins og gengur og gerist og þá var þetta bara orðin alvara hjá mér þannig að ég var bara all in sko. Þú hefur upplifað mikið á þessum tíma. Hvernig gengur að halda sterku og stabílu liði í kvenna körfubolta á Akureyri? Það hefur gengið svona upp og ofan eins og segi. Þegar ég kem inn í þetta þá rosalega sterkt kvennastarf og mikið af mjög góðum leikmönnum. Og en svo það myndast alltaf svona kannski pínu bil og ég held að sé erfiðara kannski með stelpur heldur en stráka að svona halda þeim svolítið í íþróttinni. Ég veit svo sem ekki hver ástæðan fyrir því en þetta hefur bara svona verið gangandi gegnum árin að það myndast alltaf svona 2, 3, 4 ára bil í stelpnahópnum sko. Og þá svona dettur starfið aðeins niður og það þarf alltaf að fara í uppbyggingu aftur en það, eins og ég búin að koma því núna nokkru sinnum og það bara gaman líka. Það eru alltaf einhverjar stelpur sem eru tilbúnar á hliðarlínunni þótt að séu ungar, þá bara að kippa þeim inn og þær hafa alltaf staðið undir því. Það mikill slagur iðkendur í bænum og nú gengur fótboltaliðinu til dæmis mjög vel. Hvernig gengur að fá iðkendur, fá ungar stelpur inn í þetta? Mér finnst það hafa gengið vel núna upp á síðkastið. Þetta var svona, það var ekki mikið yngreflokkastarf hjá stelpum fyrir kannski svona 10 árum síðan. Þetta svona, þeir eru aðeins að sjá það þarf að virkja þetta svolítið meira. Þetta gerist ekki bara sjálfu sér. Auðvitað eru íþróttir misstórar og eins og þú segir, fótboltinn hefur alltaf verið rosalega stór og sterkur hérna á Akureyri. Sömuleiðis fimleikar, handbolti og þetta. Þannig að körfuboltinn hefur svona alltaf aðeins þurft að hafa svolítið fyrir því að fá iðkendur. En mér finnst það hafa gengið vel þegar við höfum virkilega reynt á það að fá þá bæði stelpur og stráka inn í starfið. En Akureyri býður upp á flestar íþróttir sem held ég bara hægt að æfa á landinu sko. Þannig að það eru margir alla sko, en þetta gengur. Möguleikarnir í kvenna körfuboltanum, ef maður hugsar þetta út frá unga leikmanninu sem að byrja að æfa þetta, getur maður komist langt? Einhver atvinnumennska eða einhverjar launaða stöður í þessu einhvers staðar? Já, mér finnst það sömuleiðis hafa breyst svolítið mikið. Ef ég hugsa bara tilbaka fyrir mig, þetta var eitthvað sem var ekkert inn í myndinni. Kannski mestalagi hafði maður vonur það kannski komast í landslið og spila fyrir landið sitt. En núna þetta, að sjálfsögðu það örugglega stærsti draumur allra að spila fyrir landið sitt. En núna eru möguleikarnir samt orðnir miklu meiri. Bara það er búið að opna fyrir háskólanum erlendis. Að unglingar geta séð það 15-16 ára gamlir bara fara til Bandaríkjanna í háskólanum og verið kannski styrk við það að spila körfubolta. Og við erum ekkert að tala það að þú þurfa að vera á einhverjum heimsmælikvarða góður sko. Þetta bara, möguleikarnir orðnir miklu fleiri og svo kannski opnar það bara einhverja dyr fyrir að seinna mér þegar þú ert orðin 20+. Nú körfuboltinn hann hefur kannski hentað hávaxnari leikmönnum, bæði kalla á kvenna megin reyndar, en þetta það tvennt í þessu, það annarkvort að vera hávaxinn eða ekki.
Já, annarkvort að vera hávaxinn eða lítill og snöggur. Svona, eiginlega bara svona annarkvort eða. En nei, mér finnst það líka kannski svolítið hafa breyst svona hæfileikarnir og bara getan og þekkingin í körfubolta, hún orðin svo gríðarleg að þú getur byggt upp á svo mörgum sviðum. Þetta ekki lengur bara þú ert bara stór annarkvort undir körfunni eða þá lítið út á velli sem hleypum með boltan, skilurðu. Það er svo margt annað milli orðið og við erum bara farin að sjá það, en það eru orðið miklu betri körfubolti í dag heldur en að við vorum fyrir einhverjum árum síðan, sko. Og nú ert þú þessi reynsluleikmaður og það gerist náttúrulega væntanlega bara svona allt í einu, maður er orðinn sá leikmaður í liðinu. Sáðu viðtalið að það var talað um að hafa þig og Silvíu í liðinu væri nú eins og vera með 2 sterka kana. Já, þetta var nú örugglega stærsta hróss ég nokkuð sem fengið. En gaman að heyra þetta frá þessum yngri leikmönnum sem maður er svona aðeins að kannski ala upp svona dagsdaglega og hitta þessar stelpur hverjum degi á æfingu. En já, eins og ég segi, þetta gerist kannski allt í einu. Ég get ekki sagt að ég sé búin að reyna rosalega margt kannski á mínu ferli. Ég meina, ég meiri hluta míns ferils bara búin að spila með Þór, en það að sjálfsögðu búin að gefa mér alveg helling líka. Á nokkur ári úrvalsdeild sem að kendi mér örugglega allt sem að ég er að nota í dag. Þannig að maður reynir bara að koma því áfram. Ég held að það sé svona mitt hlutverk svolítið í dag. Ég er ekkert lengur þessi leikmaður sem að hleypa og geta haldið endalaust áfram. Heldur reyni ég kannski frekar að nota svona mína reynslu og þekkingu í leikinn. En þetta, já, skiptir líka máli að þú ert að skila þér til yngri leikmannanna og ert að fá það tilbaka og það hlýtur að gefa reynslumikla leikmanninum í liðinu, já, mest. Já, ég allavega tek rosalega mikið út fyrir því að geta gefið frá mér, sko. Og það er rosalega gaman að sjá líka bara framfarir hjá yngri leikmönnum, sama hvort að það sé eitthvað sem að ég kem að eða ekki. En þetta er bara, já, þessar stelpur sem eru að koma upp núna, þær eru alveg svakalega flotti leikmenn og það vill maður eiga svolítið í því. Við ætlum að taka okkur smá auglýsingahlé, ég ætla ekki að sleppa þær alveg strax. Kíkjum í auglýsingar og við höldum áfram eftir þær. Stílhrein skandinavísk hönnun fyrir jólin. Þátturinn í boði Djós.